Við heilsum ykkur öllum í nafni Jesú Krists og bjóðum ykkur velkomin til Guðsþjónu halds í Hvítasunnu kirkjunni Fíladelfíu í Reykjavík. Við sendum landsmönnum öllum fyrirbænir og kveðjur. Við byggjum sjúkum og líðandi náðar og líknar. Þeim sinna slíkum byggjum við vísdóms og þekkinga til hjálpar, þeim hjálpar þurfa eru. Við minnustum ófrjálsra og fanga. Við byggjum að reynslutími þeirra megi færa þá nær Guði sem elskar alla menn. Fiskimönnum og sæferendum byggjum við verndunar almættisins, svo að þeim loftin fara. Bandum og búaliði og hverri yðinni hendi sem störf sín stunda fyrir alþjóð fylgi blessun og miskunn drottins. Við byggjum fyrir forseta vorum frú Vigdísi Finnbogadóttur að henni gefist náð drottins á ábyrgðar miklum störfum. Ég legg fram mjög áreiðandi bænaefni hér í dag, sem ég bið alla kristna menn í landinu að taka mjög alvarlega. Á ég þar við landsfeðurna og hið háa alþingi. Virðing þess, sómi og samt má ekki falla niður í svaðið. Kunnustu oddamenn þess fyrr og síðar Síðuhallur Þorsteinsson og Þorgeir ljósvetningagoði töluðu í alþingi máli drottins á örlagaríkum tímum hjá þjóðinni. Allt fór vel því rétta átt var leitað. Því miður mér ekki kunnugt að bænasamkoma hafi verið boðuð í sameinuðu alþingi nú á þessum dögum vegna vandamála að steðja. Ekki minni maður en Abraham Lincoln, forseti Bandaríkja Norður-Ameríku, fékk allan þingheim Bandaríkja þings til að beygja kné sín í þingsölunum og ákalla drottin allsherjar hjálp í nauðum þrælastríðsins. Hjálpin kom og sigur vannst til blessunar fyrir alla menn. Fullir það má með allri virðingu að enginn sá situr alþingi Íslendinga í dag komist með tarnar þar sem Abraham Lincoln hafði hælana. Hvað gaf honum slíka yfirburði? Trúin á Guð og trúin á Guðs orð. Bæn sameinar menn og gerir þá sterka í vanda, hvaða gerðrar sem Ég spyr, skyldi vera hljómgrunnur í löggjafar samkundu þjóðarinnar að biðja vínpláfuna í burtu frá þjóðinni og láta hné fylgja kviði til að leggja vín ósóman að velli? Eru ekki fleiri sem finna til en sorgbitnar mæður, óttaslegin börn og heimili í rústum þegar að vínguðinn Bakkus fagnar í 8 milljóna króna sölu alkóhóls á einum degi í Reykjavík, eins og raun var á fyrir síðustu jól. Miklu fleira væri mér hugleikið að taka til sem snertir vandamál þjóðar okkar í dag, en við hér í kristilegri samkomu og mér falið að flytja Guðs orð og ég verð að hlýða því, en mér fannst nauðsynlegt að benda á þetta hér í dag. Og ég endurtek það við ykkur vinir sem hér í kirkjunni í dag og heyri mál mitt víðum land. Við skulum biðja fyrir þjóðinni, biðja flokkadrættir og sundrung megi hverfa og einhugur megi ríkja. Þeir eiga að vinna eins og skipshöfn og ef skipshöfn sundruð þá ekkert annað að gera við en að afskrá hana. En þeir sitja í skjóli þess að þeir hafa verið kosnir, þess öllu mætti gjörbylta, hafa ekki kosninga tímabili lengri en 2 ár og ekki fleiri þingmenn en 30 menn og lakka kaup þeirra niður í dagsbrúna taxta verkamanns í Reykjavík. Þá myndu menn sinna störfum þjóðarinnar að köllun en ekki að flokkadráttum eins og nú því miður á sér stað öllum til ills.
Þetta tala ég hér á helgum stað fyrir munn fjölda manna þó ég mæli þetta persónulega og svo á eigin ábyrgð. Ég tek því fram. Sá biblíutexti ég flyt ykkur í dag mér mjög hugleikinn. Hann tekin úr einu bréfa Páls postula hann reit í fangelsinu í Rómaborg skömmu áður en hann var hálshöggvinn vegna trúar sinnar og drottin. Bréfið var stílað til hinna kristnu í Filippiborg á Grikklandi. Í öðrum kapitula Filippi bréfsins versi númer 9 stendur svo: fyrir því hefur Guð hátt upphafið hann. Fyrir því hefur Guð hátt upphafið hann. Ólíkt hafast þeir að, menninir og Guð. Guð upphefur Jesús, menninir hrópuðu forðum burt með hann, krossfestu hann, og ennþá honum víða hafnað, því miður. Í versun á undan talað að hann hafi lítillakkað sjálfan sig. Persónulega finnst mér lítillakkun Jesú Krist hafa myndað og byrjað í himninum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Það var að elsku að Jesús afklæddist Guðs mynd, eða eins og segir í nýju þýðingu Biblíunnar, hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur, hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hér bent á fortilveru Jesú Krist sem einstök og engin annar sem fæðst hefur á þessari jörðu getur rætt eða skrifað slíkt eins og skrifað var hann. Biblían kynnir þetta á mörgum stöðum. Og við náum biblíulestur og leiðslu Guðs anda, þá orðið opið fyrir manni og maður fær að sjá orðið eins og það stendur. Þrenningarkenningin, hún rétt, hún biblíuleg, hún grundvölluð á orði Guðs. Það Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi. Þeir einn í veru en þrír í verki. Og strax á fyrstu blaðsíðu Biblíunnar mætir okkur þetta Guðdóminn, 27. versið í 1. kapitulunum og fyrstu blaðsíðu Biblíunnar, og Guð sagði: vér, af fleirtala, vér viljum gjöra menn eftir vorri mynd líka oss. Og maðurinn var gjörður sem kóróna sköpunarverksins og hann var gjörður líkur Guðdóminum í þeirri merkingu að hann líka þríeinn, maðurinn, þú og ég. Maðurinn hefur anda, sál og líkama. Þegar kunnasti Biblíu skýrandi útleggjandi sinna tíma og allra tíma talar fortilveru Jesú Krist og minnist á för Ísraelsmanna í gegnum eyðimörkina, þá sagt að þeir drukku allir af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim, en kletturinn var Kristur. Þetta stendur í 1. Korinthubréfi 10. kapitula og versinu númer 5. Og ég get haldið áfram með okkur langan tíma í dag, en ég hef afmarkaðan tíma, en bendi á að það orð sem talaður í Jesaja spádómsbók í 44. kapitulunum: ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti og engin Guð til nema ég. Það sami sem talar á síðustu blaðsíðu Biblíunnar þegar hann segir þar í Åpenbarunarbókinni í 22. kapitulunum og í 13. versinu: ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Við getum hvergi sett fingur okkar niður í tilveruna að Jesús hafi ekki verið fyrri og undan. Enda segir ritningin: sjálfur hann fyrr en allt og allt á upphaf sitt í honum. Ég ætla að leyfa mér að lesa eina frásögn úr stórmerkri bók Biblíunnar. Allar þær merkar, en þessi bók hún hefur alveg sérstök áhrif og hefur haft það í gegnum aldir. Það bók forsætisráðherrans sem var í Babelríki
Daniels spámanns. Hann segir frá opinberunum og sínum þegar hann fekk að sjá almættið og hann fekk að sjá inn í himinin og sá þar föðurinn og sá þar soninn. Og í Daniels bók 7. kapitúlu og versunum 9 og 10 stendur svo: Ég horfði og horfði þar til stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og 10.000 10.000 stóðu frammi fyrir honum. Og í verslunu 13: Ég horfði í nætur sínum og sjá, einhver kom á skýjum himins sem mannssýnið lyktist. Hann kom þangað hinn aldraði var fyrir og var leiddur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki, svo honum skyldu þjóna allir lýðir, þjóður og tungur. Hans vald eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Þegar að Jesús sjálfur talar fortilveru sína þá gerir hann það á mörgum stöðum og kannski sérstaklega í Jóhannesar guðspjalli. Og rétt áður en hann gengur út í kvöld sína og á að líða, þá biður hann hina æðsta prestlegu bæn og eitt af bænaefnum hans meðal annarra hér í Jóhannesi 17 og versinu 5: Og nú gjör þú mig dýrlegan faðir hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimurinn var til. Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Það hann sem og var og kemur. Það var þessi Jesús sem lítilekkaði sjálfan sig, já allt fram í dauða á krossi. Og lítilekkun hans var svo algjör að í niðurlægingunni var honum synjað réttar, segir spámaðurinn. Hann var særður vegna vora synda, hann var kraminn vegna vora misgjörða. Hegningin sem ég höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum ég heilbrigðir. En drottni þóknaðist að kremja hann með harmkvælum. Ef hann fórnaði sjálfan sér í sektarfólk skyldi hann fá að líta afsprengju og lífa langa ævi og áformi drottins fyrir hans hönd framgengt verða. Fyrir því hefur Guð hátt upphafið hann. Hvernig? Það náttúrulega með upprisu hans fyrst og fremst. Því upprisa Jesú Krist líka alveg einstök og einstæð. Hugsa sér það að liggja kaldur nár í gröf, vera jarðaður á föstudags eftirmiðdegi og vera lifandi á sunnudagsmorgni. Þetta var öllum óskiljanlegt og okkur líka það sem margt sem við ekki skiljum. Við skiljum ekki að undir gaddfreðinni jörð þá lifir frækornið og svo þegar vorið kemur þá fer allt í blóma og jörðin rís upp að nýju. Þetta alltaf að endurtaka sig fyrir augum okkar. Fagnaðarerindið ekki gefið okkur til þess að við skiljum það, heldur fyrst og fremst til þess að við tökum á móti því fyrir hjartað og þá finnum við blessun hans. Og þegar að drottinn Jesús Kristur reis upp frá dauðum, sigrarinn dauðan sanni sjálfur á krossi dó og mér svo aumum manni eilíft líf víst til bjó, þá eru svo stórkostlegi hlutir sem eiga sér stað. Hann meðal lærisveina sinna hér í 40 daga og talar það sem Guðs ríki heyrir til. Þeir fá að þreifa á honum, þeir eru hrattir fyrst því þeir líta á þetta með mannlegum skilningi, en þeir máttu koma og þreifa á honum því að andi hefur ekki hold og bein eins og þér sjáu mig hafa. Og drottinn Jesús Kristur var hafinn upp og hafinn upp til æðstu metorða og tigna sem getur í allri tilverunni. Og þegar við sjáum hann hæðstan, við sjáum hann náttúrulega á krossunum og Golgata, þegar við komum sem iðrandi syndarar til hans og mætum kærleika hans og miskunn. En hér í endaðri opinberunarbókinni sagt frá hátign hans og dýrð: Og ég sá mikið hásæti hvítt og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð
og þeirra sá engan stað. Hér sjáum hann sem dómara alls jarðríkis og alls holds, og þá hverfur fyrir ásjónu hans himinn og jörð, og þeirra sér engan stað. Þvílík tign hann sem var í jötu lagður lágt, en ríkir nú á himnum hátt. Þvílík umbreyting, þvílík upphefð. En leið og Jesús hafinn upp á Guði, þá hefur Jesús mannkynið upp fyrir anda sinn. Það svo dásamlegt að taka eftir þessu, hvernig riktningin tengir þetta saman, og þá komið að mér og þér í hverju við eigum hlutdeild og hvernig. Þegar Pétur heldur sína kunnu ræðu á hvítasunnudag í Postulasögunum 2. kapitúla, þá segir hann svo í versinu 32: Þennan Jesús uppvakti Guð, og vér allir vottar þess, þegar hann því nú hefur fengið af Guði fyrirheitið heilagan anda, þá hefur hann úttelt honum sem þið sjáið og heyrið. Og hann upphafinn með Guðs hægri hendi til Guðs hægri handar. Hér erum við tengt hlutunum, og upprissan og fagnaðar erindið. Það ekki bara eins og ykkur sviðsetning, það hlutur sem að allir menn eiga hlutdeild í. Því það átti sér stað, eins og sagt í 2. Tímóteusarbréfi 1. kapitúlanum og versunum númer 10, Drottinn vorn Jesúm Krist, frelsar okkar, sem dauðan afmáði, en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðarerindinu. Hann sagði sjálfur við lærisveina sína: Ég lifi og þér munu lifa. Það gott fyrir okkur dauðlega menn að heyra þetta. Og hann sagði líka: Sagði ég þér ekki ef þú tryðir, þá mundir þú sjá Guðs dýrð. Ég upprissan og ég lífið. Sá sem lifir og trúir á mig, hann mun lifa þótt ég deyi. Og þetta líf getum við fengið að reyna að smakka og upplifa nú í dag. Það ekki eitthvað sem sýrskotar til framtíðarinnar þegar við eigum að fara héðan, eða áður en við eigum að ganga inn í dóm Guðs á hinum mesta degi. Það stendur svo í ritningunni áfram: En ef andi hans, sem vakti Jesúm frá dauðum, býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist Jesúm frá dauðum og gjöra lifandi dauðlega líkami yðar fyrir anda hans sem býr í yður. Ég sagði áðan að með upphefð Jesú Krist hefði mannkyninu hlotnast upphefðun leið, og það þessi upphefð sem Pétur talaði á hvítasunnudag, að Drottinn myndi úthella vanda sínum yfir allt hold, yfir syni og dætur, yfir gamalmenni, yfir alla menn sem væru opnir fyrir þessu. Og svo bendir Páll postur á þetta stórkostlega hér: Ef andi hans sem vakti Jesúm frá dauðum býr í yður, þá ómögulegt annað en að við lifnum við. Og við lifum á réttan hátt. Og þetta náttúrulega innihald fagnaðarerindisins sem vert að gefa gaum að. Hér segir hann áfram í versunum númer 16 og 17, og það svar til margra þeirra sem spurja: Hvernig get ég vitað að ég á hlutdeild í þessu og þetta mitt? Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs sem samar var Krist. Og við höfum fengið anda svona kostningarinnar sem við köllum í Abba Faðir. Syndugi maður sem hlustar á mál mitt hér í dag, þú kallaður til upphefðar. Þú ekki fattur til þess að liggja flatur í synd. Þú ekki fattur til þess að þjóna synd. Þú fattur til þess að þjóna skapara þínum og til þess að þjóna Guði. Og til þess að þú getur náð því, þá verður þú eignast hlutdeild í anda hans. Bið þú Jesú fyrirgefningu syndana og hreinsun í hans dýrmæta blóði, og hlutskipti þitt verður að andi hans fer inn í þig og gjöri þig lifandi.
þá rekur hann í burtu það sem að tilheyri dauðanum. Vandamáli sem ég myndist á áðan sem snertir alkohól, nikotín og hvað annað sem það er, og gefur þér lofsöng, og hér er talað að þeir hrópa Abba Faðir sem eiga frelsið í Jesú Kristi. Við eignumstum hlutdeild í Jesú, og það verður því eðlilegt að við sem eignumstum hlutdeild í honum, við viljum lyfta nafni hans upp, við viljum heiðra hann. Og þegar hann kom inn til Jerúsalem á Pálmasunnudag, þá var fólki sem kom á móti honum, og það hrópaði hástöfum, Hósíanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þetta nýja upphefðar líf með Jesú, þetta nýja uppreislu líf, það tjáir sig með því að við látum heyra til okkar. Og þegar við lesum heilagt Guðs orð, þá tökum við eftir því að himninum þá verður hann lofsunginn, hann verður heiðraður, hann verður vegssamaður. Gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina því að komið er á brúðkaupi Lamsins. Og ég heyrði rödd sem mikils fjölda og sem rödd margra vatna og sem rödd frá sterkum þrumum þar sagðu halleluja. Því að drottni Guði vorum hinn alvaldi, hann er konungur orðinn. Ertu með? Áttu samleið? Viltu vera með þeim sem lyfta Jesú upp? Guð hefur hátt upp hafið hann, eða gengur þau hlutlaust framhjá, eða skiptir þér ekkert af þessum hlutum. Guð almáttugur blessið er orðið sem ég flutti hér á öldum ljósvakans í dag og fyrir ykkur sem eru hér í kirkjunni. Guð hefur hátt upp hafið Jesúm, og þeirri upphafningu fylgir það að allir skulu heiðra hann, vegssama hann og beygja kné sín fyrir honum og viðurkenna hann er drottinn. Hann er frelsari og hann er læknir. Og hann vill mæta þér í dag, þú sem heyrir orð mín, ef að þú af einlægu barnslegu hjarta vill taka á móti honum á þennan hátt. Guð blessi þig til þess í Jesú nafni. Amen.